15 mínútur í 8 vantar klukkuna, þetta bítið á bylginn á mánudegi, það 5. janúar, árið svona rétt að rúlla af stað, það einhverju grunnskólar sem að byrja núna í dag. Já. Og svo fara Háskólinn og háskólarnir. Háskólinn byrja nú ekki alveg kannski strax, eða hvað? Háskóli Íslands heldur sér byrja. Já. Og þannig að svo fer þetta stað svona, einn á öðrum. Jú. Lífið kemst fer í hinn vanagang. Já, svona kannski til lokvíkunar þá var allt komið í sem sagt förinn, ef við getum sagt. Já. Það réttu, en fögin hún misjöfn í skólanum sem að nemendur læra og í háskólanum auðvitað, ekki síst, sumir lesfög, önnur ekki. Og ef þú ert í lesfæði, eins og lögfræði, þá nú kannski ekki endilega kjörið að vera með lesblindu. Nei, og sko maður hugsar, það skynsamlegt að fara í lögfræði eða þú ert með lesblindu? En það spurning hvað hún segir. Helen Helgisdóttir, hún lögfræðinemi á öðru ári í Háskólanum í Reykjavík. Sæl og velkomin. Góðan daginn. Góðan daginn, þú við erum nú svona léttir í þessu, það nú kannski ekki hlægjandi að þessu, þetta háalvarlegt mál auðvitað. Já, vissulega. Og þetta náttúrulega bara verkefni sem að fólk þarf að takast á við ef það með lesblindu. En hvað þýðir þetta fyrir þig sem ert með lesblindu? Ég veit ekki, raunverulega verði ég viðurkenna fávisku mína hér, ég veit ekki hvort hún sé misjafnlega erfið eða mikil lesblinda. Hún það, og hún getur verið af ýmsum toga. Sumir eru með talnablindu, aðrir eru erfitt með að lesa, aðrir eru erfitt með að stafa. Þannig að það allur gangur á því. Og svo það maður bara svolítið svona, þegar að sú greining komin, þarf maður bara að vinna úr því eins og bestir á kosið hverju sinni, sko. Þú hvernig fékkst þú þessa greiningu? Ég fekk greininguna mína frekar seint, svona miðað við hvernig námsárangurinn minn var sínum tíma. Ég var ekki læsfunni á 12 ára og svo kom þetta svolítið upp bara í kringum það tímabil eftir ég flutti, ég bjó erlendis, eftir ég flutti þá var alltaf sagt, þetta skiptir ekki máli, hún tvítyngd og þetta kemur og svo kom það nú bara í ljós þegar ég var svona cirka 13 ára að þegar ég var að læra sjálf fyrir próf og átti að lesa bækurnar sjálf þá gekk ekkert upp hjá mér. Svo settist mamma við hliðina á mér og las bara bók í heild sinni frá A til Ö og þá gekk svona glimrandi vel. Þannig að þarna byrjuðu fyrst spurningamerkin hvort það ætti nú ekki að fara að skoða þetta eitthvað og í kjölfari fór ég í greiningu. Og hvernig upplifðið þú þetta sem barn þegar þú varst að reyna að lesa þessa bækur? Mistur þú heilu orðin úr eða stafinn eða hvernig virkar þetta? Ég hef ekki þá tilfinningu sem margir segja að stafirnir hoppa til á blaðinu. Ég finn ekki fyrir svoleiðis. Fyrir mér, það sem erfiðasti parturinn það fer svo mikil einbytting í það að lesa eitt orð í einu. Hvaða orð þetta? Þannig að þegar upp í staðið, þá samhengið í textanum ekki neitt. Af því að þú upptekir að lesa hvert orð fyrir sig. Hvert orð fyrir sig. Það það sem skiptir máli. Þannig að textin flæðir ekki fyrir þessu? Flæðir ekki. En þetta reyndar þjálfunaratriði þannig í dag, nú ég 24 ára gömul og náttúrulega hef búið við þessi lesblindu alla mína tíð. Þá þetta bara þjálfunaratriði og eitthvað sem að lærist. Þannig að ég bara hef það með mér mína í námstækni og ég tala nú ekki eftir ég byrjaði lögfræðinni, þá hún reyndar lesræði mér aðeins aukist. Áðurum kom með henni, hvernig var fyrir þið með þessa lesblindu að stíða fram og viðurkenna þið fyrir þér og viðurkenna þið fyrir vinum þínum og umhverfinu þínu, bara allir þeim sem að kringu þið fannst þér einhver skömm í því eða eitthvað slíkt eða hefur þetta ekki verið mál fyrir þig? Nei, þetta var aldrei vesen fyrir mig. Þetta var Nei, ég myndi ekki segja það, að þetta hafi einhvern tímann verið einhvers konar skömm eða þess áttar. En það kannski líka samfélagið opnara í dag. Ekkert strítt af öðrum krökkum? Nei, ekkert svo leis. Og þetta orðið svo svakalega algengt. Og alveg það eru miklu fleiri heldur að gera sig grein fyrir, sem eru með einhvers konar lesblindu. Og kennarar og samfélagið í dag orðið mjög móttækilegt fyrir þessu. Þetta var ekki þannig? Þetta var ekki þannig. Og ég nefnilega þekki til þess og veit það að aðri fjölskyldumeðlum mínir væru líklega greindir með lesblindu ef það væri svoleiðis í dag en á þeim tíma þá ertu bara flokkaður sem einhver vitleysingur sko. En þú ert klárlega greind með lesblindu það engin spurning og svo ákveður að fara í lögfræðina og reyna að lesa og hvernig það gengið? Og það hefur bara gengið vonum framar. HR? Ég í HR og Það sem verklega námið miklu meira heldur en í HÍ í lögfræðinni. Það var ástæðan fyrir því ég valdi Háskólann Reykjavík þegar ég var að skoða þetta fram yfir aðra kosti. Það eru nú nokkur í boði þegar ég langar að fara í lögfræði.
ástæðan fyrir því ég valdi HR, já, var að þar álag yfir önnina, ýmiskonar hópavinna, samstaða, bekkurinn tiltölulega lítill, það eru góði kennarar sem halda vel utan okkur og aðgengi svakalega gott að öllum kennurum og öllir tækni sem við þurfum. En skiptir það ekki máli að fylgjast vel með í tímum? Það það sem að ég geri hvað helst og sem að kannski aðrir áttu sig ekki á að ég sem lesblind náttúrulega, mér gengur rosalega vel í náminu, en það var ekki fyrir að ég áttaði mig á því að ok, Helen, þú ert með lesblindu, það tekur þig 3-fall lengri tíma að lesa heldur en bara Jón út í bæ. Þegar ég áttaði mig á því og sætti mig við það, ok, þetta tekur lengri tíma og þú getur ekki lesið bara alla bækurnar, það ekki hægt, það þarf að velja og hafna. Þá fyrst fór ég að ná tökum á þessu. Ná tökum á þessu og sjá á hvaðan árangur. Það flott að heyra, en svo klárar hann námið vantarlega og þá komið út í starfið, lögfræðingur, og í vinnunni þurfa lögfræðingar vantar að lesa mikið líka. Já. Þá gertu kannski verið það stóra og þú getur bara látið lesa fyrir þig. Nei, ég hugsa, það náttúrulega lestur allstar og hann mun alltaf vera þar, alveg sama hvað maður leggur sér fyrir hendur, sko. Og en ég hugsa hins vegar að þetta, þegar það komið út í praxís, komið út í vinnu, þá náttúrulega námið að hjálpa mér gríðarlega hvar maður að leita upplýsinga, hvað viðeigandi á hverjum tíma og en það ekkert samasemmerki þar á milli að vera með lesblind og geta ekki lesið. Algjörlega. Og get ekki sinnt því sem mann langar að gera. Voru einhverjir sem voru að benda þér á að þetta væri nú kannski ekki alveg rétt að námið fyrir þig með svona lesblindu? Ég hef oft fengið þetta og ekki bara eftir ég byrjaði í háskólanum, bara meiri segja þegar ég var í grunnskóla, þá var ekkert annað í stöðunni hjá mér heldur en að fara í Vestló á sínum tíma. Ég ætlaði sko ekki að fara neitt annað heldur en þangað. En þar voru margir aðilar sem sögðu mér, þú átt ekkert erindi þangað. Aðilar innan skólakerfisins? Innan skólakerfisins. Og þetta hefur valdið mig miklu hugarangri. Og þú fórst ekki í Vestló? Ég fór í Vestló. Þú fórst í Vestló? Ég, að sjálfsögðu. Lest ekki stoppa þig? Nei. En ef ég hef ekki gert það, þá væri ég örugglega ennþá einhvers staðar að væflast í einhverjum öðrum framhaldsskóla. Þarna, bara spurningin að fylgja því sem mann langar að gera. Og láta ekki segja sér hvað maður getur og hvað maður getur ekki. En þessar upplýsingar, og ég náttúrulega, ég frekar þrjósk, þannig ég bara kláraði þetta og hlustaði ekki á svona. En ég ansið hrædd það að margir látið segja sér til. Þú ert með lesblindu og þú getur ekki þetta og þú átt ekki heima á þessu svið, þú ert frekar að gera hitt og þetta. Sem að ég tel virkilega rám. Fékkstu góða aðstoð inn í Vestló? Var tekið tillit til þín þar? Já. Það alltaf sko, þegar þú ert greindur með lesblindu, þá færðu aðgengi að blindrabókasafninu, til dæmis. Og þar get ég fengið allar skólabækur. Í hljóði? Í hljóði. Og hef nýtt í mér það mikið í framhaldsskóla ásamt því að vera með aukinn próftíma og þess áttar. En þetta svona litlu atriðin sem að spila inn í og skipta gríðarlegu máli. En í háskólanum, HR, færðu lengri tíma í prófin heldur en aðrir? Ég fæ lengri próftíma og það líka skiptur sköpum. Hljóðbækur, ég hugsa þær séu til, en ég hef ekki nýtt mér þar eftir að byrja í háskólanum. Eins og ég segi, þar finnst mér kannski skipta meira að vera virk í tímum, mæta og hlusta á kennarann, nýta samnemendur mína rosa mikið, frekar en að lesa spjöldur á milli. Mikið lestrar, gerir þú eitthvað annað en að lesa, borða og sofa? Mér langar að segja já, en það kemst óðurlega lítið annað að og það náttúrulega, þú veist, þetta bara harka. Hversu langt það þarf að fara í lögfræði? Eða lögfræðinni? Ég veit það ekki, bara byrjuðu að klára þetta nám til að byrja með og svo sjáum við til hvað gerist. Helen Hergeirsdóttir, lögfræðinemi í HR, takk fyrir komuna og takk fyrir að deila þessari reynsluðinni með okkur. Takk sömuleiðis.